En þrátt fyrir miklar líkamlegar skerðingar lifir Freyja Haraldsdóttir lífi sínu eins og hún sjálf kýs, með persónulegar aðstoðarkonur meirihluta sólarhringsins sem eru hennar hendur og fætur. Hún segir persónulegu aðstoðina sjálfsögð mannréttindi. Með henni hafi hún öðlast nýtt líf þar sem hún gleymir því oft heilu dagana að hún sé fötluð. Það hefur hins vegar verið sagt við Freyju að hún sé frek að fara fram á slíka aðstoð og það tók hana mörg ár að berjast fyrir að fá hana. Brynja Þorgeirsdóttir og Sigurður Jakobsson kynntust nánar þessari ötulu baráttukonu fyrir réttundum fatlaðra sem nýlega var kjörin á stjórnlagaþing. Hefðbundinn virkur dagur að hefjast hjá Freyju Haraldsdóttur. Hún fer á fætur í sturtu og hefur sig til eins og venjulegt fólk gerir á morgnana. Hjá henni starfa 6 aðstoðarkonur til skiptis, allar ráðnar af henni og vinna undir hennar leiðsögn. Með þeim hefur Freyja öðlast stjórn á eigin lífi. Hún gerir það sem hún vill þegar hún vill, eins og ófatlað fólk, þrátt fyrir að hún sé með mikla líkamlega skerðingu og bundin við hjólastól. Framundan í dag eru kennsla, útrettingar, nám og margt fleira. Þetta hefur ekki alltaf verið svona. Áður var aðstoðin sem Freyja fékk takmörkuð og ekki sveigjanleg. Og þá var ég mjög mikið bara upp á foreldra mína komin og aðalega mömmu. Þegar voru verið eldri og vildi hún aðstoða mig náttúrulega við þetta persónulega aðstoð. Þannig að svona, við tvær þurftum svo mikið að lifa eftir hver annarri. Og svo náttúrulega þegar ég fór að vera meira kannski utan heimilisins eins og gerist þegar maður verður eldri, þá voru það vinkonurnar og vinirnir sem tóku líka svolítið stóran þátt í því að aðstoða. Þannig að þau voru oft í svona sjálfboðaliða starfi, kannski allan sólarhringinn við að aðstofa mig og þessi til dæmis bara foreldrar mínu þurfti alltaf að vera standby, alltaf tilbúin að koma og vera heima þegar ég kom heim og út af því annars bara lá ég og hafði ekki, gat ekki gert neitt, ekki eins og það var á klósettið, Og það sem gerist líka bara í þessum aðstæðum allir verða svolítið meðvirkir öllum, bæði frá mamma að fórna mörgu til þess að geta aðstoðað mig af því hún hafði ekkert val. Og ég líka að hlífa öllum í kringum mig og upplifði mig svo oft þrátt fyrir að enginn væri eitthvað að segja það við mig eða gefa það í skyn, þá upplifði mig oft svo mikið byrði. Þannig oft var ég kannski bara að sleppa því að pissa í marga klukktíma bara því ég vildi ekki trufla eitthvað sem var í gangi eða láta mömmu þurfa að koma heim eða borða bara þegar aðrir voru svangir af því það er best. Lífið mitt snerist svo mikið bið og bara að þóknast lífi annarra. Ég var algjörlega meðvituð þetta væri algjörlega ómögulegt svona og var svona pirruð og frústreruð á stöðunni en einhvern veginn var þetta bara normið fyrir mér og ég hélt bara svona þetta alltaf kveið svo mikið framtíðinni. Straumhvörf urðu í viðhorfum Freyju þegar hún fór til Bandaríkjanna á ráðstefnu og hitti í fyrsta sinn ungt fólk með sömu skerðingu og hún. Það var fluttað heimann og það átti jafnvel maka og börn og það var búið að mennta sig og koma út á vinnumarkaðinn og ég fór að velta fyrir mig hvernig ósköpunum þau höfðu farið á þessu og þegar ég fór að ræða við þau og horfa í kringum mig þá sá ég að það var iðulega vegna þess að það hafði persónulega aðstoð og það áttaði mig á því að býta ef þau geta lifað þessu lífi, ef þau hafa alla þessum möguleika líkt og ófatlað fólk þá hlýt ég að hafa það líka. Fatlaður maður sem hélt opnunarfyrirlestur á ráðstefnunni sagði setningu sem líður henni aldrei úr minni. Hann sagði þetta: If you want to be first class, you have to behave first class. Það að segja að þú vilt vera álitinn fyrsta flokks þjóðfélagsþegn og þá þarftu að haga þér samkvæmt því og það var svolítið þá sem ég áttaði mig á því að ég þurfti að taka ábyrgðina í mínar hendur, gera kröfur breytingar og ég gerði það. Og það var heilmikil barátta fyrir því að fá þessa persónulegu aðstoð? Já, það var það. Það var þetta í kring, ég fór á ráðstefnu 2004 og þetta var ekki samþykkt fyrir 2007. Freyja segir viðmótið sem mætti henni þegar hún bað beingreiðslur frá ríki og sveitarfélagi til að geta valið þá þjónustu sem hún vildi sjálf hafa verið velviljað, en starfsfólkið hafi greinilega ekki skilið málið til fulls.
Sífellt var verið að bjóða henni að flytja inn í þjónustukjarna þar sem fólk þarf að deila aðstoðinni og lifir í raun eftir hentisemi annarra. Það vildi Freyja alls ekki, enda leit hún á það sem stofnanavistun þar sem hún myndi ekki hafa fulla stjórn yfir eigin lífi. Þannig að þetta var rosa margir fundir og mikil barátta og það sem kannski var erfiðast við hennar voru þessi skilaboð að ég væri félagslegt vandamál. Að þetta væri alltaf erfitt og ég ætti nú ekki verið að gera þessar kröfur og ég ætti bara svolítið að sætta mig við það sem væri. Og líka þetta fjárhagslega, ég var verðmerkt á hverjum einasta fundi og ég fekk að heyra það stanslaust og stöðugt að ég væri dýr og þar með orðinn fjárhagsleg baggi á samfélaginu og það þarf rosalega kannski sterka sjálfsmynd og sterka líka vin og fjölskyldu til að verði ekki algjörlega meðvirkð ég byrja að trúa því að þannig sé það og oft gerði ég það, oft kom ég á fundum og fannst ég bara mesta byrði sem uppi hefði verið en einhvern veginn af því að ég bara á góða og þá voru þau sem stöppi með stálinni og líka fyrirlesarinn sem minnti mig á að ég þyrfti að gera kröfur til að fá virðingu og þannig já, ég þurfti virkilega mikinn stuðning bara til að halda sönsum í því að halda áfram að gera kröfur og hlusta ekki á það rosalega háar raddir það að ég var eiginlega bara frek. Freyja nú flutt í eigin íbúð en enn að berjast fyrir aðstoð á nóttunni sem hún fær ekki nema helgar. Þó notendastýrð persónuleg aðstoð sé ný hér á landi hefur hún tíðkast í Bandaríkjunum síðan 1970 eða í 40 ár. Innan við 20 manns hér á landi fá umtalsverðar beingreiðslur en enginn fær greiðslur sem dekka aðstoð allan sólarhringinn. En hverjar eru svona helstu hindranirnar hjá fólki við að gera þetta svona almennara? Það eru margar. Fyrir þjónustukerfinu þetta rosalega framandi. Og þau veit ekkert hvernig þau fara aðeins og finnst þetta óbærslega mikið mál. Halda að þetta sé miklu kostnaðarsamara heldur en hefðbundið þjónustukerfið. Og vilja þar að ekki fara út í þetta. Það er enginn í rauninni ekkert ákvæði í lögum sem segir að fatlað fólk eigi rétt á notendastýrðri persónulegri aðstoð og beingreiðslum. En á móti að þá eru náttúrulega til mannréttindasamningar og sáttmálar og stjórnarskrár sem kveða á að allir eigi að vera jafnir fyrir lögum og lifa við sjálfstæði og frelsi og mannréttindi. Og á því virðist vera hægt að brjóta viðstöðulaust. Af því að það er ekki eitthvað ákveð x ákveði sem segir að þú eigi rétt á þessari tegund þjónustu. Ég held líka að þetta sé vandi liggi í því að fatlað fólk hefur verið mjög óvirkt í baráttu. Það hefur einhvern veginn bara verið þaggað rosa mikið niður í okkur og í hvert skipti sem kannski fólk reynir að berjast fyrir réttindum sínum og þá því bara svolítið ýtt til hliðar, ég segi hrósa fyrir að gefast upp og einhvern veginn kerfið allt svo flókið að það er eins og kannski mjög sterkt og kannski gróft hjá mér að segja það en ég hugsa oft bæði þegar ég fer sjálf og fundi til að berjast eitthvað fyrir mínum málum eða annarra að ég velti oft fyrir mér þegar ég kem að fundinum hvort að markmið þjónustukerfisins sé að við gefumst upp. Hvort að þeir vinni markvisst að því að gera þetta svo þungt og flókið að við hættum. Freyja nú nýtekin við starfi framkvæmdastjóra NPA-miðstöðvarinnar sem var stofnuð í sumar af fötluðu fólki og hefur þann tilgang að aðstoða fatlað fólk við að fá samþykktar beingreiðslur til að geta haft notendastýrða persónulega aðstoð og verða stjórnendur eigin aðstoðarfólks. Hvernig að vera með svona aðstoðarkonur og vera sífellt með einhvern veginn onni í sínu einkalífi? Það hefur ofboðslega mikla kosti og auðvitað ákveðnar áskoranir í því líka. Auðvitað flókið að vera alltaf með eitthvað með sér og það flókið að vera stöðugt að þurfa í rauninni að segja til og verkstýra öllu sem maður gerir sem alveg niður í ítrustu smáatriði og líka það að hafa yfirsýn yfir allt sem þarf að segja. Þetta svo mikil samskipti sem þurfa að vera í rauninni mjög virk og mjög skýr og stundum það krefjandi og það er líka krefjandi að kannski hafa allt einhvern veginn sér og þegar maður kannski með vinum og fjölskyldan mann finnst kannski ekki alltaf maður getur sagt allt og líka bara ég til dæmis þannig að ég hef líka þó ég sé mjög mikil félagsvera, mikla þörf fyrir einveru
þannig að stundum finnst mér svolítið svona að vera að kafna. En þetta einhvern veginn svo innilega þess virði fyrir allt sem kemur í staðinn, því að í dag að þá ég með aðstoð til þess að lifa því lífi sem ég kýs að lifa og skapa mér það lífstíl sem að mér langar að búa við. Og ég get ég bara þannig týpa að þurfa alltaf að hafa rosalega mikið að gera. Vera alltaf einhvern veginn út allt og á útofnu og og í skóla og að vinna og hitta vini og vill hafa fínt heima hjá mér og mér líður ekki vel ef ég líti vel út og geti tekið mig til. Og þetta var eitthvað sem ég gat ekki gengið að vísu áður. Og þegar ég með aðstofafólkið, að þá gleymi ég því heilu dagana og oft vikurnar að ég sé með eitthvað skerðingu. Og ég bara verð ekki fötluð. Af því að það þannig að fötlun miklu meira mín upplifun að hún miklu meira í umhverfinu mínu. Bæði bara í svona umhverfislegum hindrunum sem skort á aðgengi og svo skort á aðstoð. Líka þegar ég hef ekki aðstoð þá finn ég strax þá það já alveg rétt ég hreyfihömluð. Og líka bara í viðhorfi fólks að ef fólk stoppar út á götu og klappar mér á kinnina og segir æ hvað þetta sorglegt þá náttúrulega kemur aftur æ já ég hreyfihömluð og fólk hefur lært að vorkenna mér. En með aðstoðinni ég náttúrulega miklu virkari, sýnilegri og get bara gert það sem ég vil og lítið út eins og ég vil og þar með verði ég þessi fyrsta flokks þjóðfélagsþegn sem ég á rétt á að vera. Freyja oft spurð að því hvort notendastýrð persónuleg aðstoð sé ekki allt of dýr. Hún bendir á erlendar rannsóknir, til dæmis í Noregi, sem sýna að þessi tegund af aðstoð sé hagstæðari fjárhagslega en hefðbundin þjónusta, ekki síst vegna þess að þeirri hefðbundnu fylgir svo mikil yfirbygging. Það sem þeir hafa gert úti til dæmis í Noregi og Svíþjóð, að þeir hafa skoðað heildarmyndina svo vel, hvað var það kostnað, að til dæmis bara í mínu tilviki að það að ég hef notendastýrða persónulega aðstoð, jú, það eða beingreiðslur, það þýðir það að það þarf að greiða aðstoð fólki mínu laun og allt þetta, en leið þá get ég verið í fullri vinnu og borga mína skatta og ég get mennta mig eins og samfélagi gerir mjög ríka kröfu að ungt fólk og bara allir geri, af því það gagnast samfélaginu. Foreldrar mínir geta, ekki lengur bundnir yfir því að þurfa að aðstoða mig við allar aðdámur dagslífs og geta þannig orðið öflugari á vinnumarkaðnum. Og mamma til dæmis gat aldrei lengi í einu verið mikið á vinnumarkaðnum sem hún getur í dag af því að ég hef mína aðstoð bara og lifi mínu lífi úr sínu. Það líka það að ég til dæmis með því að hafa aðstoð miklu meiri neitandi í samfélaginu. Ég fer oftar í bíó og ég fer að versla, ég miklu meira að í rauninni samfélagi græðir miklu meira á mér af því ég út allt og svona verða öflugari neitandi, þess að ég segi. Og svo líka annað sem ég finnst persónulega mikilvægast af öllu, að það náttúrulega bara vellíðan og líkamlegt og andlegt heilbrigði. Rannsóknir hafa sýnt það erlendis að það eykst og ég finn það alveg hjá sjálfri mér að mér líður miklu betur. Bara andlega þá hef ég stjórn á lífinu mínu, ég veit hvernig ég get hagrætt í það eins og ég vil og andlega þá hverfur þetta öryggi og þessi hræðsla og vanlíðan yfir hvað morgundagur ber skauti sem hvað þá framtíðin. Þetta allt þættir og án eða miklu fleiri sem mikilvægt að horfa á þegar verið að tala kostnaðinn.